Nemendur Háskólans á Akureyri hafa aldrei verið fleiri. Háskólarektor segir nauðsynlegt að fjölga starfsmönnum skólans á næsta ári 20 til 30. Hvernig á að byggja upp háskóla framtíðarinnar? Eyjólfur Guðmundsson, rektor, gestur í landsbyggðum. Eyjólfur, þýðir þetta að háskólinn á Akureyri þá undirmannaður? Hvað varðar starfsfólk? Já, ég held að ég geti alveg tekið undir það og hefur verið þó nokkur ára skeið. Og við sjáum það bara í auknu álagi á okkar starfsfólk og það kemur fram bæði í okkar starfsmannakönnunum og eins okkar innri vinnu að við erum að sjá meiri veikindi hjá starfsfólki á síðustu árum og svo framvegis. Þannig að þegar að vöxturinn eins og hann hefur verið síðustu ár og þá náttúrulega hlýtur að gefa eftir á endanum og við höfum verið í samtali við stjórnvöld nokkur skeið það með hvaða hætti við getum vaxið. En þú vilti fjölga 20 til 30, þetta þýðir það að þú þarft að fara á fundi fjárveitingavaldsins. Hvaða viðtökur heldur þú fáir nú? Færðu skilning? Við erum búin að vera í samtali við stjórnvöldum þó nokkur skeið og ég myndi vilja orða þetta með tvennum, eða það tvennt raunverulega í þessu sem getur sagt. Það hefur verið jákvæður skilningur gagnvart því að háskólinn þurfa að eflast. Og ef við skoðum hvernig fjárlög hafa verið að aukast á síðustu árum þá höfum við séð aukið fjármagn koma til háskólana enda þrátt fyrir þessa miklu aukningu og þá hafa náð að reka skólan innan fjárlaga. Það sem hefur gerst gagnvart háskólum á Akureyri að við höfum vaxið enn hraðar þrátt fyrir við höfum reynt með fjöldatakmörkunum að berjast á móti því og nú áhugaverð umræðan frá síðasta sumri sem að tengdist í að við vorum að reyna að takmarka nemendafjölda sem mest. Þá höfum við ekki náð fjármagni til okkar í samræmi við þann vöxt og þar af leiðandi verður viðbótar álag í formi yfirvinnu, í formi stundarkennara og við drögum að okkur allar þær bjargir sem við höfum. En á endanum verður við að viðurkenna þá staðreynd að skólinn að vaxa og við settum í okkar áætlun sem dæmi 2023 og við erum 2500 árið 2023. Við erum í dag 2540, official, fyrirgefið, að ég skuli sletta svona. Og hinn opinbera tala 2540 nemendur höfuð sem eru að stunda nám á Háskólanum á Akureyri haustið 2020. En þessi staða að það vanti 20 til 30 starfsmenn, þetta þvert á allar deildir? Já, þetta bæði á allar akademískar deildir og stoðþjónustuna hjá okkur. Við erum búin að leggja fram mannauðsáætlun og höfum lagt tölur að vinnu í það núna síðustu 12 mánuðina að reyna að byggja upp þessa mannauðsáætlun og hún byrjuð að koma til framkvæmdar en stóra spurningin núna, munu fjárlög 2021 gera okkur kleift að ýta þeirri mannauðsáætlun að fullu í framkvæmd og það bara að gerast þessa dagana, yfirferð yfir þá fjárhagsáætlun og svo náttúrulega fjárlögin komin í meðferð þingsins þannig að við bíðum líka eftir að sjá niðurstöðu þess. Einmitt þetta með fjárlögin, það veltur mikið á því hvernig skólinn þróast. Heimsfaraldurinn og afleiðingar, efnahagslegar afleiðingar, svo við tökum bara það að umræðan almennt, umræðan mikilvægi háskólastarfs, vísindasamfélagsins, rannsókna og svo framvegis. Stundum því haldið á lofti að þetta sé bara meira í orði heldur en á borði. Þegar kemur að stjórnmálum og menntamálum þá myndi ég nú segja að almennt séð góður skilningur að við þurfum menntun. Við höfum í þessu séð síðustu árin og nú tala ég heiminn í heild sinni en jafnvel hér innan þess líka að það sé ákveðin gagnrýni komin fram á vísindastörf, háskólamenntun og fólk talar að skoðanir séu gildar vísindalegu starfi. Þarna hlutverk okkar háskólana að einfaldlega benda fólki á hvað eru staðreyndir og hvað eru skoðanir. Skoðanir geta alveg haft rétt á sér. En vísindalega staðreyndir verða að vera grundvöllurinn að því starfi sem við erum að vinna að og þeim ákvörðunum sem við tökum. Ég held nú að COVID sé nú að sýna okkur mikilvægi þess að við höfum mjög öflugt vísindafólk á öllum sviðum þjóðlífsins. Við þurfum framvarðarsveitir, við þurfum sérfræðinga í heilbrigðisstofnunum, við þurfum sérfræðinga allan heim sem að vinna að bóluefnum. En ekki gleyma því, við þurfum líka sérfræðinga í samfélagunum. Fólki sem stendur í framvarðarsveitinni, læknar, lögreglufræði. Þetta allt saman fólk sem í dag með háskólamenntun. Þetta fólk sem að þarf að taka mjög erfiðar ákvarðanir og byggja á vísindalegum grunni. Þannig að ég myndi vilja orða þetta þá, svona bara í eins stutt og skorunar. Við skiljum öll mikilvægi vísindana.
Við þurfum kannski að vera aðeins ákveðnar í því að gefa vísindunum tækifæri á að vera hluti af okkar samfélagi og við þurfum að byggja upp háskóla umhverfið á Íslandi þannig að það geti þjónust á nútíma samfélagi. En það fjárlaga frumvarp sem að lítur þá dagsins ljós eftir ekkert margar vikur. Við erum að sigla líka inn í kosningaár. Þú þekkir nú ágætlega til í gegnum tíðina að fjárlaga frumvarp sem sagt á kosningaári þau eru oft svolítið svona frábrugðin öðrum fjárlögum. Jú, það nú kannski hagfræðingurinn í mér sem að svona horfir aðeins á það mál. Það alveg vitað að það eru ákveðnar sveiflur í fjárlögum eftir því hvar við erum í kosningarhringnum sem slíkum. Við getum hins vegar sagt núna að ástandið svo óvenjulegt og við erum að tala um það stóran halla á ríkissjóði í dag að ég held að það sé ekki efst í huga fólks akkurat núna. Við vitum að samfélagið þarf að geta náð utan þennan vanda sem við glímum við. Aðgerðir stjórnvalda fram að þessu hafa miðað því að halda okkur í tiltekinni virkni bara í samfélaginu sem heilsinu og það mjög gott. Þessi virkni nauðsynleg. Gagnvart háskólanum höfum við fengið mjög góðan stuðning í að halda nemendum í virkni og reyna að halda skólanum gangandi. Við vorum með sumarnám sem dæmi sem var styrkt sérstaklega. Við vorum með fólk í sumarstörfum sem var styrkt sérstaklega. Þetta voru allt saman mjög góðar aðgerðir. Þær eru hins vegar til skamstíma og miða því að við komumst út úr þessu ástandi standandi í fæturnar. Hvað gerist svo? Því að við þurfum að geta búið til samfélag sem að byggir þennan nýja heim með þekkingu og býr til tækifæri fyrir ungt fólk til þess að vaxa upp úr þessu ástandi. Þar þurfa stjórnmálamenn aðeins að hugsa þá lengjutímastefnu og hugsa það með hvaða hætti viljum við sjá háskólamenntun byggjast upp í landinu öll. En þegar verið á þessum tímum okkar núna þegar þarf að fara að byggja aftur upp eftir kreppuna að sem sagt rekstur háskóla og mikilvægi háskóla að þetta skila sér ekki bara beint inn í hagtölur? Ekki á því ári sem það fer en það skila sér mjög hratt eftir að ákveðin uppbygging hefur átt sér stað. Við getum hort til bæði uppbyggingar í Oulu í Finnlandi, við getum hort til uppbyggingar í Tromsø í Noregi eða við getum hort til uppbyggingar á Kaupmannahafnarsvæðinu. Þar stór hluti af þeim nýri þekkingu, nýju fyrirtækjum, þeim kjarna sem myndast á þessum stöðum kemur í kjölfar þess að stjórnvöld hafa verið með mjög skýra stefnu uppbyggingu fræða og fagsamfélaga og rannsóknarsamfélaga innan þessa háskóla umhverfis og tenging háskóla og atvinnulífs gríðarlega mikilvæg í því samhengi. Háskólinn á Akureyri 30 eða rétt það bil. Við getum þá svona nokkurn veginn sagt að hann sé búinn að slíta svona háskólaskónum minnstakosti og við að taka nýtt skeið. Hvað vilt þú sjá þar svona fremst ef þú horfir svona nokkur ár til framtíðar? Og í stefnun okkar sem í dag gildir 2018 til 2023 gríðarlega áhersla lögð á uppbyggingu doktorsnámsins. Við fengum heimild til doktorsnáms 2018 og erum í dag með, ef ég man þetta rétt, 6 eða 7 doktorsnema sem algjörlega fjármagnaðir að stunda rannsóknir sem tengjast beint þeim samfélögum sem við búum í, bæði í heilbrigðiskerfinu, út frá byggðarsjónarmiðum og svo framvegis. Þannig að það mun skila sér mjög fljótt til okkar samfélags, þar niðurstöður sem þar koma fram. Þegar við erum búin að ná þessari uppbyggingu þessum kjarna í doktorsnáminu, að þá myndi ég sjá fyrir mér háskólastofnun sem að í eðli sínu alþjóðleg en virkar eins og gátt þekkingar og fræða á milli þeirra nærsamfélag sem við þjónum land allt og hina alþjóðlegu þekkingar sem að verður grunnurinn að atvinnulífi framtíðar. Þannig að við þurfum að tryggja að þessi þekking sé að færast fram og tilbaka. Þekking sem verður til í samfélaginu, fer inn í háskólan til rýni og gaggrýni þannig að hún sé virt og viðurkennd. Viðurkennd þekking utanfrá sem kemur inn í okkar samfélag og við aðstoðum okkar samfélag við að nýta þá þekkingu til framfara. Við getum tekið dæmi í líftækniiðnaðinum eða hugbúnaðariðnaðinum. Við getum tekið dæmi í ferðamanniðnaðinum og framleiðslu, sjávarútvegi. Allar þessar greinar þurfa á gríðarlega mikilli þekkingu að halda þetta. Hvernig ætlar að byggja upp öflugan ferðaiðnað án þekkingar á menningu, listum, umhverfisþáttum, umhverfisþoli, arkitektúr, uppbyggingu á svæðum, Goðafoss uppbyggingin fékk nýlega verðlaun, enda algjörlega frábært verkefni. Það gríðarlega þekking á bakvið að setja þetta fram.
Þannig sé ég fyrir mér að háskólinn sé mikilvægur hlekkur í því að búa til nútíma samfélag. Það ekkert langt síðan Háskólinn á Akureyri fékk heimildi til þess að vera með doktorsnema, en þegar verið að horfa á svona árangur háskóla og hvernig standa sig, þá einn mælikvarðinn að líta á fjölda ritrýndra greina í viðurkenndum fagtímaritum. Hvernig Háskólinn á Akureyri að standa sig? Mjög vel. Á árinu 2019 skiluðum við yfir 3000 rannsóknarstigum sem telja þetta sem þú ert að minnast á. Og hefum þar að leiðandi náð að styrkja okkur þar. En það ekki bara talið í tilvittunum og birtingu greina. Við höfum í okkar kerfi líka stigakerfi sem að miðast við það, við getum sagt, samfélagslega samtal sem að fólk sem heldur fyrirlestrar fyrir félagasamtök, fólk sem að vinna með fyrirtækjum í beinni þróun. Þetta skiptir líka gríðarlega miklu máli. Þannig að grunnurinn að þekkingunni gerist í tímaritunum sem eru ritrýnd og eru birt á alþjóðlegu vettvangi, algjörlega nauðsynlegt því það grunnur allir starfseminni. Við verðum hins vegar sem háskólastofnun að vera mjög virk í því að koma því á framfæri. Og það gerist í samtalinu við samfélagi. Og þarna getur til dæmis rannsóknar hópar verið með mismunandi einstaklingar, sumir á kafi í grunnrannsóknum og meðan aðrir í þeim hópi eru meira í því að tengja þann rannsóknar grunn út í samfélagi. Þannig verður þetta að teymisvinnu sem algjörlega nauðsynlegt til þess að við náum að virka í þessu flókna nútíma heimi. En önnur viðmiðun og tiltölulega ný stofnun ársins, sameiki stendur fyrir því og það gerð könnun meðal starfsfólksins af 140 stærstu fyrirtækjum sem að taka þátt í þessari könnun. Það Háskólinn á Akureyri eitthvað í kringum 100 og einhver bara segir, heyrðu, þetta bara fallengun. Já, þetta nú kannski ekki beint fallengun því að þetta byggist ekki á röðun í sjálfu sér. Þetta byggist á skala sem á skalanum 0 til 5 og þeir sem gera könnuna sameiki líta á allt sem yfir 3,5 sem góðan árangur. Og þá skiptir ekki máli í raun og veru hvað sem margir eru yfir 3,5. Heldur það absolutt eða hinn talan sem verið að horfa á. Þetta nú reynda könnun sem búin að vera í gangi í þó nokkuð mörg ár og við höfum hort sérstaklega til þessar könnunar síðastliðin 5 ár. Og við höfum verið í kringum þetta 3,85, 3,92. Höfum sett okkur þessi markmið að komast yfir einhverjum af 4. Því að við teljum að þetta sé mikilvæg mælikvarði á einn mikilvægasta þátt í starfsemi skólans sem líðan starfsfólksins. Og það tengist kannski þessu sem við tölum hér í upphafi að við aukið álag má gera ráð fyrir því að fólki líði ekki jafn vel í starfi. Og þess vegna verðum við að byggja á efla okkar mannauð svo að við getum byggt undir framtíðar áform okkar og tekist á við það sem við erum að glíma við í dag. Hvað varðar stofnunina sem slíka, þá lít ég nú líka á að við þurfum að bera okkur saman við stærstu stofnunar. Fólk gleymir því stundum að Háskólinn á Akureyri af einu stærstu ríkisstofnunum landsins. Hef ekki séð formlegan lista en þegar ég hef skoðað annars vegar veltu og hins vegar starfsmannafjölda þá eru við einhvers staðar á bilinu 12 til 15 yfir stærstu stofnunum landsins og það fylgir því náttúrulega sjálfsögðu alltaf ákveðin áskorun þegar stofnanir stækkaðir og orðnar þetta stórar. En þegar skóli eins og Háskólinn á Akureyri 30 það þýðir væntanlega, ég geri ráð fyrir að það eru þó nokkuð margir starfsmenn sem hafa unnið þarna mjög lengi og eru þá kannski komnir eða komast á aldur og eru að hætta. Það að verða svona, núna þessi árin að verða svolítið svona hröð skipti. Getum við talað kynslóðaskipti? Já, við getum talað kynslóðaskipti í því í dag. Við sáum þessa breytingu byrja í kringum 2015-16 og þetta tímabil sem verður fram undir 2025 en á þeim tímapunkti verður frumkvöðlarnir sem komu að því mikla uppbyggingarstarfi sem að Háskólinn á Akureyri og var að þá var langflestir þeirra í raun og veru komnir á eftirlaun og þá verður komin alveg ný kynslóð starfsmanna við skólann sem raunverulega tekur við fullmótaðri stofnun með heimild til doktorsnáms, sem sagt nám á öllum 3 stigum háskólanáms. Stofnun sem komin á ungdóms, hvað getum við sagt, við erum komin aðeins yfir unglingsárin, við erum eins og ungt fólk sem að byrja að stíga sín fyrstu skref í lífinu. Við erum kannski á 30-aldri, ef maður orðaði þannig, við erum rétt að komast inn á 30-aldurinn. Og það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þetta unga fólk sem koma til starfa í dag mun þróa og móta stofnunina á næstu árum og Íslands samfélagi í kjölfarið. Hvernig gengur Háskólanum á Akureyri að fá þá til sín virkilega hæft
fólk til starfa? Það gengur mjög vel almennt séð að ná fólki til starfa við Háskólann á Akureyri en það getur verið mismunandi eftir þeim fræðasviðum sem í gildi. Við vorum nýlega að veita Dr. Ívan Höller framgangi í prófessor. Hún einn yngsti prófessorinn sem hefur verið við háskólann frá upphafi, ef ekki bara svo yngsta. Hún kom til starfa hjá okkur fyrir 4-5 árum síðan og mjög öflugur rannsakandi í sálfræði og mun hafa veruleg áhrif á Íslands samfélag á næstu árum. Að sama skapi erum við búin að vera með sjávarútvegsfræði í áratugi en sjávarútvegsfræðin það vinsælt starf og öflugir einstaklingar sem að fara að starfa fyrir sjávarútveginn að það hafa tiltölulega fáir menntað sig til doktorsnáms en það eru sjávarútvegsfræði í eðli sínu þverfagleg. Þannig að það getur verið mjög mismunandi eftir fagsviðum hvernig það gengur að fá fólk til starfa en almennt séð hefur það gengið vel og þegar kemur að stoðþjónustunni hefur það gengið mjög vel. En opinber stofnun sem sagt með þær takmarkanir á heimildum til þess að greiða laun, viðskiptafræðingar til dæmis, þeir eru með viðskiptafræðibraut. Geturðu keppt við almenna markaði? Nei, ekki á þeim sviðum, ekki í launum, alls ekki í launum, það alveg ljóst. En lífið ekki bara laun og það sem að fólk gerir sem að kemur í háskólana, það ekki kannski að vinna þetta að hugsjóninni einnig saman, en þetta ákveðin forréttindi að fá tækifæri til að stunda rannsóknir og fá tækifæri til þess að hugsa framtíðina, taka þátt í mótun framtíðarinnar og fá að miðla þeirri þekkingu til nemenda. Það eru margir sem kunna einfaldlega að meta það mikils og fyrir vikið erum við með kjarna fólki sem að byggja upp næstu kynslóðir, viðskiptafræðinga og hjúkrunarfræðinga og annara sem eru að sinna samfélaginu í heild sinni. Við getum sagt að sko ef við erum að hugsa launum, það svona áhugavert að því þú myndist á stofnun ársins sko, sá þáttur sem lægstur hjá öllum opinberu stofnunum, það launaþátturinn. En við getum líka spurt okkur sko, erum við örugglega að bera saman réttu hlutina og í því hvaða umhverfið þú ert að starfa miðað við hvaða laun. Menni, ég get alveg sagt að þegar ég tók við sem rektor Háskólans á Akureyri þá lækkaði ég launum með það starf sem ég var í áður. En það var ekki það sem að ég velti fyrir mér. Það sem ég velti fyrir mér hvaða tækifæri hef ég til þess að hafa áhrif og mun mér líka í því starfi. Og það það sem að hefur gerst og ég mjög ánægður. Þú kallaðir mjög eftir á ársfundi Háskólans á Akureyri nýverið eftir að það færi fram í alvöru umræða sem sagt háskóla samfélag og hvernig við ættum að byggja þetta allt saman upp. Háskólinn á Akureyri hefur þurft að grípa til aðgangstakmarkana og hugsanlega í miklu meira mæli heldur en aðrir háskólar. Hefur þetta skaðað skólann? Ég held að þetta hafi ekki skaðað skólann en ég held að þetta hafi í heild sinni opnað augu okkar fyrir því að það ekki sjálfgefið að aðgengi að háskólanum sé opið alltaf allstaðar fyrir alla. Og þegar kemur að því að þurfa að velja, þá það mjög erfitt. Ætlar að velja á einkunnum eingöngum, ætlar að velja breiddina til þess að ná sem breiðustum nemendahópi inn, þannig að allir hafi tækifæri til háskólanáms. Ætlar að velja út frá búsetu, staðsetningu og svo framvegis. Fjárhag? Fjárhag viðkomandi einstaklinga til náms, nákvæmlega. Þannig að þegar við fórum í þessa vinnu, að þá var alveg ljóst að við þurftum breiðan grunn, en þó það skýran að hægt væri að velja. Og við notum ýmsar aðferðir og höfum verið að nota bæði samkeppnispróf, þar sem allir fá tækifæri til að reyna sig. Við höfum verið að nota röðun, þar sem við röðum upp ákveðnum þáttum. Og þetta hefur sýnt sig að það verður mjög mismunandi val einstaklingana. Þess vegna það sem ég kalla eftir og segi, viljum við þannig samfélag í framtíðinni? Það getur vel verið að svara við því segja já, en við erum þá búin að svara spurningunni. Að því í dag raunverulega ekki búið að svara því hvort við viljum takmarka aðgengi að háskólum almennt. Og svo fannst mér bara reynilega ósanngjarnt að Háskólinn á Akureyri var einn skóla að reyna að svara þeirri spurningu á meðan að ekki lægi fyrir skýr stefna í landinu aðgengi að háskólum. Nú síðan kom COVID og breytti öllu saman og við vorum búin að gera ráð fyrir því að haustið 2020 myndum ekki taka við nema öðrum hverjum nemenda sem að sóttu en að beiðni stjórnvalda og miðað við samþykkt stjórnvalda frá 19. júní síðastliðnum og samtölum okkar við stjórnvöld, bæði ráðuneyti menntamála og stjórnvöld almennt, að það var ríkur vilji til þess að það væri opið fyrir aðgengi að háskólum eins mikið og hægt núna á meðan að COVID gengur yfir.
og við tókum að sjálfsögðu þátt í því, en það þýðir þá aftur á móti að við þurfum þá meiri stuðning af því að við vorum í þeirri stöðu sem við vorum áður, þannig að við þurfum meiri stuðning til að geta haldið áfram. Svo kom COVID, sagðurðu, þegar bankahrunið skall á, þá höfðum við Íslendingar, við höfðum sjávarútveginn og svo kom ferðaþjónustan þarna í kjölfarið. Núna í þessari uppbyggingu, bara staða háskólana og þá hvað þeir geta lagt til á að leita í auknum mæli til háskólana varðandi uppbyggingu? Ég held það, og það sem að kannski númer 1, 2 og 3 í þessu að vera hluti af endurmenntun þessum mannauðs sem í landinu Þannig að fólk hafi tækifæri til þess að öðlast á færni og hæfni til þess að takast á við ný verkefni. Fólk sem kannski var í ferðaþjónustu ætlar að færa sig yfir í tölvunarfræði eða við skulum segja upplýsingaiðnaðinn, eða fólk sem hefur verið í framleiðslugeinum sem hafa farið niður, vilja uppfæra sig og geta tekið þátt í ferðaþjónustu með nýjum hætti. Þannig að það þurfi að byggja upp þennan mannauð svo hann hafi tækifæri til þess að koma með ný fyrirtæki. Það gefur af sér ný atvinnutæki fyrir fólk almennt og ég held að háskólanir og menntakerfi okkar í heild sinni, við þurfum líka að tengja þetta inn í framhaldsskólana. Þannig að við höfum góða og skýra leið á milli framhaldsskólana og háskólana í öllum greinum, frá starfsmenntagreinum yfir í djúpar fræðilegar greinar. Þannig að já, ég held að skólakerfið sé grunnurinn því að við komumst aftur út úr kófinu. Tölum svolítið áfram á þessum nótum að þegar við erum að horfa þá á háskólaumhverfið á Íslandi. Í hvaða hillu viltu nú hafa háskólan á Akureyri í framtíðinni? Við hvaða dreymir þú að verða eins og Háskóli Íslands eða? Við viljum ekki setja okkur á hillur. Og ég held að ég geti allan fyrir mína hönd og flestra sem að starfa innan Háskólans Akureyri sagt að við viljum ekki verða eins og Háskóli Íslands, enda værum við ekki að reyna að byggja upp samskonar stofnun. Við sem samfélag, íslenskt þjóðfélag, við þurfum að hafa ákveðna breidd í okkar stofnunum og þannig að við þurfum að þjóna tilteknum þáttum með öðrum hætti til þess að við þjónum samfélaginu í heild sinni. Háskóli Íslands hefur haft það markmið sín lengi að vera á tilteknum listum þar sem að borðnar eru saman árangur þeirra við rannsóknir erlendra stórra háskóla. Það fín markmið fyrir þá og fínt fyrir Ísland að hafa einn háskóla sem að hugsa það. En við hugsum meira það með hvaða hætti við getum tekið þátt í þessari þekkingasköpun og komið inn á framfæri við íslenskt samfélag og þá kannski sérstaklega íslenskt samfélag utan höfuðborgarsvæðisins. Við erum enn með yfir 60% af okkar nemendum utan höfuðborgarsvæðisins. Við höfum sérhæft okkur í því að koma á framfæri menntun í gegnum rafræna miðlun. Fjarnám var þetta kallað á sínum tíma. Þetta er miklu víðtækari skilgreining heldur en fjarnám. Við erum bara komið með stafrænt námsumhverfi sem nær til þín sama hvar þú býrð. En þú þarfst að vera virkur þáttakandi í þessu stafræna umhverfi og það stóra áskorunin og eins og við bara finnum öll í þessu COVID þar sem við erum að vinna heima við eða erum að taka þátt í netverslun. Hvernig búum við til framtíðarsamfélagi sem jafn tengt á netinu eins og í raunheimum? En þráttu fyrir allt fjarnámið og nýja kennsluhætti, það hlýtur að skipta samt sem áður máli fyrir Háskólann á Akureyri hvar hann staðsettur og hvernig það samfélag og hvernig allir þeir innviðir eru. Núna verið að tala að Akureyri og þá kannski Eyjafjarðarsvæðið verði skilgreint sem svona nokkuð konar borgarsamfélag. Skiptir þetta einhverju máli fyrir Háskólann á Akureyri? Ég held að skipti máli fyrir samfélagið og Háskólinn á Akureyri hluti að því kerfi eða því verkefni að byggja upp borgarsamfélag, já. Vegna þess að þegar við tölum borgarsamfélag, þá erum við að tala aðgengi að þeirri þjónustu sem að þú að öllu jöfnu getur vænst sem nútíma borgari í, ef við skulum segja hinum vestræna heimi, því að við búum nú ennþá á þeim stað í heiminum að hafa einhverja bestu lífsskilyrði, ekki bara á Íslandi, heldur hér á Vesturlöndum. Til þess að við getum viðhaldið því, þá þarf að vera skýrt aðgengi að menntun, að heilbrigðisþjónustu, að listum, að menningu almennt og svo framvegis. Í mínum huga og það vel oft verða svolítið kannski svona allir þið að vera borg og svo framvegis og snýst að þið geti bara eitthvað brjóst að vera eins, alls ekki. Þetta snýst þá þjónustu og það hlutverk
sem við viljum að tilteknar byggðarlög séu með í stærra samhengi. Við tölum vistkerfi. Vistkerfi þurfa að vera fjölbreytt svo þau geti lifað af áföll. Það bara vel þekkt í fræðum vistkerfana. Samfélög þurfa að vera fjölbreytt svo þau geti staðist áföll. Samfélag sem bara með eina borg, bara eitt borgarsamfélag, veikara heldur en samfélag sem með 2, jafnvel 3 borgir eða borgarsamfélag, þar sem fólk getur valið sér búsetu til frambúðar með mjög svipaða þjónustu og atvinnumöguleika. Þannig að þú ert ekki að tala fyrir líklega að það sé skynsamlegast að sameina alla háskóla landsins eða kannski hafa 2 eða 3 háskóla? Nei, ég held að slík orðræða hefur nú sýnt sig að hún hefur ekki náð í mark og markmið slíkar sameiningar oft verið óskýr. Ég held að við þurfum fjölbreytileikann. Fólk horfir stundum á tölur út frá fjölda háskóla, en það gleymir því að 3 stærstu háskólanir, og þá það Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn á Akureyri, eru með yfir 90% af öllum nemendum, ég held að séum yfir 92 eða 3% meira af öllum nemendum landsins. Aðrir háskólar eru jafn gildir í því samfélagi en eru mjög sérhæfðir. Við getum sagt að Háskólinn Íslands svo sem breiðastur, Háskólinn á Akureyri kemur síðan næstur hvað varðar breiddanámsframboði, en Háskólinn í Reykjavík síðan með 1000 fleiri nemendur við erum með, en eru kannski sérhæfðir á verkfræði, lögfræði og viðskiptafræði tengdum greinum. Allt styður þetta hvert við annað og bara samstarf Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri í mörgum greinum skýr hvað það varðar, en samstarf okkar við Háskólinn í Reykjavík til dæmis skilaði því að við getum verið með tölvunarfræði hér á staðnum þrátt fyrir að við þurftum að leggja af tölvunarfræði deild hjá okkur fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að við náum í þessu samstarfi að búa til sterkari heild. Hugsum okkur að menntamálaráðherra hringi í þig og þú fáir 1 mínútu til þess að gefa henni ráð hvernig ná að byggja upp háskóla framtíðarinnar. Ég held að það samtal hafi þegar átt í stað og við höfum innan háskóla samfélagsins verið í mjög mikill og góðri uppbyggingu og samtali við menntamálaráðuneytið það með hvaða hættu og hversu mikilvægt það sé að það þróist. En ég held að ef þú ert að vitna til þess hver væri hinn eiginlegu skilaboð, að þá það mjög skýrt, fjölbreytt og sterkt háskólasamfélag sem getur þjónusta sínu nærsamfélagi. Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri, þakka þér fyrir spjallið. Kærar þakkir.